Jæja, góðan daginn, vinir og vandamenn og kæru samlandar. Herru, það hérna hugleiðing í boði ggþjálfun.is og við ætlum að tala í dag. Ég heiti Guðbjörn Gunnarsson og ég markþjálfi og einkaþjálfari og ég hef rosa mikið áhuga á fólki. Ég þurfti að hafa mikið fyrir því að finna út úr í hvernig er best fyrir mig að lifa þessu lífi, þannig að mér hefur tekist að vera svona hálfgerð umbreyting og það er mín gjöf til ykkar. Og í dag ætlum við að tala ég er einnig að fara með fyrirlestra og vinnustofur í fyrirtæki, ég er að fara með fólk út í heilsuferðir og svo er ég að taka fólk í markþjálfun svona á netinu, mjög skemmtilegt og einfalt. Og hef fengið djúpa innsýn í lífið og tilveruna og mér langar að deila með ykkur í dag hvað við getum gert. Þú veist, hvaða takka við þurfum að finna til þess einhvern veginn að auðvelda okkur lífið. Og raunverulegt öryggi er gott að finna í vexti, umbótum og breytingum. Og ég ætla að tala aðeins það við ykkur í dag. Og þetta er svona vörður í leit þinni til að uppgötva nýjar aðferðir til þess að njóta ferðalagsins og halda betur á þér. Guðni Gunnarsson meistari sagði, ef þú ert ekki að valda því sem þú vilt, þá viltu þig ekki nógu mikið. Þannig að þú þarft að vilja þig meira til þess að skilja þig meira. Og þetta er svona svolítið eins og að fá bara handbók og tékka aldrei á því hvað er að frétta hérna. Og svo lendum við öll á því að við lendum í því að við lendum á vegg. Við lendum á vegg og bara hvað er í gangi hérna? Af hverju er ég alltaf að fara sama hringinn og lendi á sama skiltinu? Og svo lendi ég í því að fara aftur á byrjunarreit. Og lífið er svolítið þannig að þegar við uppgötum eitthvað nýtt að þá er þetta svona svolítið eins og Mario Bros eða Donkey Kong Jr. og komist við á næsta borð. Og það er rosalega spennandi að vera að upplifa það, að vera að vaksa innst inn í hennu. Og ég ætla að deila þið með ykkur svona hvernig svona skemmtilega leiðið til þess. En þú átt að skilja þig meira og til þess að skilja þig að vilja þig meira. Og margir að glíma við meðvirkni í dag og meðvirkni snýst rosa mikið verðgildi. Þú þarft að meta þig aðeins meira og vera svolítið uppteknar af þínum þörfum, bara hvað þarf ég núna? Það er mjög góð spurning. Og meðan ég hlustið á mig núna, og mér hvet ykkur til þess að ég sé að hlusta á þetta svona eins og að sé að hlusta á tónlist. Að ég sé ekki að hlusta út og sigta allt sem ég segi, þetta er rétt og þetta er rangt. Hugurinn er rosa upptekinn við það alltaf brjálað að gera, nei þetta er vitleysa, þetta er ekki nóg gott, hvað er hann að segja þessi kall? Þannig að drögum djúpandan, höfum svolítið gaman að þessu og svolítið bara svona sjáum bara hvað hvað svona hreyfir við okkur. Og við ætlum að byrja á því að tala að leggja inn fyrir góðu morgundegi. Og þá mæli ég með því að eftir vinnu að þá fyllum við á framheilann. Þegar þú ert búinn að vinna á daginn, þá ert oft mjög þreyttur og kemur heim og ert bara svangur og þreyttur og ert að hitta þitt besta fólk. En ég vil leggja það til að þú gefir þínum bestu, þitt besta. Þannig að fylla frammeila þú ert búinn að vinna. Gera eitthvað sem að svona resetar þig. Og ef ég er mjög þreyttur þá er einfaldast að fara bara í heitan og kaldan pott. Það er ofboðslega einföld leið til að fá svona endurnýjung. Svo er hægt að fara að hlusta á tónlist, hægt að fara að dansa, labba út í náttúrunni. Sumir finnst gott að fara að púsla, þó svolítið að finna bara hvað er þitt. Út að skokka og labba, náttúran alveg æðisgengin og koma svo heim bara að fólki mitt. Og svo náttúrulega viltu borða bara einhvern léttan mat, borða bara salat, grænmeti og fisk helst. Þegar þú ert að borða þá hugsaðu að fá góða trefjar og gott prótein. Og góðu trefjarna fá í grænmetinu og góða próteini, besta próteini væri að fá sér fisk. Eða eitthvað svona létt í maður, svo þurfum við svolítið að læra okkar kerfi. Og svo er rosa sniðugt að fara í göngutúr eftir matinn, bara í 10 mínútur. Bara svona til að hjálpa honum að melta og vera svona, ég er með þér í liði. Og svo viljum við tengjast fólkinu okkar, við erum sambandstengsla verur, það sem gerir okkur heil er að mynda tengsl, vera í góðum tengsli við okkur, vita hvað við þurfum, vita hvað við viljum. Og svo viljum við að tengjast fólkinu okkar og þá eru borðspil mjög skemmtileg leið til þess.
svo hægt að spjalla og svo hægt að tefla og allt mögulegt. Svo viljum við enda daginn á því að lesa eitthvað svona skemmtilegt og láta bláu ljósin eiga sig. Svona andstæðan við þetta væri að koma heim ógeðslega þreyttur, þú veist, kveikja á þættinum, setja eitthvað í örbylgjuofninn, borða, vera í símanum, vera í tölvunni, á Facebook, svo ertu svona hálfvankaður og sofnar og þá færðu ekki þessa hvíld sem þú þarft. Og þú vilt vera sofnaður fyrir 11. Það eitthvað svona algjör drauma hvíld sem í boði, djúp hvíld milli 11 og 1. Og það eitthvað við það, eins og Brian Tracy sagði, early to bed, early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Það eitthvað við það, að fara að sofa snemma og vakna, þú veist, tímanlega og geta farið hægt inn í daginn. Þannig að morgunstund gefur gull í mund og rosa gott að fara hægt inn í daginn. Og ég vani mig á það að skrifa morgunsíður. Þið getið googlað Morning Pages, Julia Cameron, það svona eins og andlega rúðuþurrkur. Svona svolítið svipað eins og hugleiðsla. Og svo rosa gott að gefa sér smá tíma og finna eftirvæntingu eða ásetning sem þú ætlar að taka með þér út í daginn. Þú veist ekki, þetta bara enn einn dagur og ég þarf að standa mig. Þú veist, reyna að hafa svolítið gaman að þessu. Og til dæmis að, þú veist, að ásetningurinn ég ætla að fá fólki í kringum mig til að brosa. Eða ég ætla að vera í svo góðum tengslu við mig. Ég ætla ekki að vera í hraða og ráðaleysi og ég ætla að muna eftir að fá mér alltaf eitt vasklas. Þegar ég að sýsla eitthvað, fá mér eitt vasklas, ekki missa mig í kaffibollanum. Og svo svona góð spurning, þú veist, ertu að hugsa eða upplifa? Líffæri sem eyðir mestu orku heilinn, þannig að oft þetta þannig að við erum að hugsa og þú getur ekki upplifað og hugsað á sama tíma. Annarkvort þetta upplifa, vá hvað þetta fallegt, þetta alveg heiðskýrt. Eða bara vá hvað ég þakkláttur fyrir vinnuna mína. Eða þú ert að hugsa, Júlían nú ekki að standa sig alltaf sama saga með hann og eitthvað glatað. Og svo öndun rosalega góð, að rosa gott svona bara þegar hugurinn að fara eitthvað með því bara. Og djúpöndun rosalega góð, reyna að gera það kannski á klukkutíma fresti bara. Næst þegar ég langar í annan kaffibolla, prófaðu þá bara að gera þetta 30 sinnum, þá ertu bara bang! Og svo viljum við svona passa upp á næringuna og gott að borða 1 epli á dag, 1 banan á dag, hálft avokado, salat. Svo viljum við svolítið hugsa vitundina. Vitundin alltaf á hreyfingu, alveg eins og heimurinn og grasið og sjórinn, öldurnar rísa og allt mögulegt. Gott að vera í tengsli við vitundina sína. Og þegar það kemur SMS, þú hugsar Sigga skólabróðinn eða tengdamömmu þína eða eitthvað, já, ok, ringjum í hann, þú veist, tekum á þessu. Og líka bara þegar þú ert í samskiptum og þú finnur þig langar til að leggja eitthvað á borðið og segja eitthvað, þú veist, segðu það. Þá fer vitundin á meiri hraða og þá ert einhvern veginn skýrari og þá verður lífið svo miklu skemmtilegra. Og svo náttúrulega viljum við vera á bandi kærleikans. Nú varir trú, von og kærleikur og þeirra kærleikur mestur. Þú veist, hugsum fallega fólk. Og þegar við dæmum fólk, þá verðum við svona pínu heimsk, en þegar við sýnum fólki samkennd, þá svona, þessi maður, það ábyggilega eitthvað erfitt í gangi á honum. Og reynum að vera vínaleg við þá sem einhvern veginn eru svona, finnum við hann á slæmadag, finnum að tala við hann, Jónatan, og spurjum hann bara, hvernig hefur það í dag og hvernig hafa börnin það? Og svo svona yfir daginn þetta gott að venja sig á að fara einhvern tímann í infrarauða gufu sem eins og að fara með kroppinn á bílastæði. Það bara ótrúlega gott. Þú bæði losaði við eiturefni og infrarauða gufan, hún einhvern veginn hjálpaði þér að eiga við. Hún lagar, þú veist, hún einhvern veginn gerir ekki við allt en hún lagar allt. Eða þú ert með mígreni, þú ert með eitthvað verk í bakinu, þú ert með psoriasis eða eczema, alveg sama hvað það að þá svona einhver smá viðgerð í gangi. Þannig að fara í infrarauða gufu og reyna að gera það sem oftast. Og svo viltu vera í góðum tengslu við náttúruna. Og margir sem tala það að jarðtengja sig og labba berfættir á grasinu í einhvern smá tíma. Þannig að náttúran á að vera partur af þínu lífi. Að finna það alltaf svona bara, alltaf, þú veist, x sinnum í viku þá fer ég upp á fjall eða fer þennan hring
og það eitthvað ofboðslega heilnæmt við það. Og svo viltu skipuleggja hreyfingu eða upplifun fyrir hvern dag. Þú veist, það eitthvað við það, þú veist, að vera skipulaður og þurfi ekki, ég að tjekka hvort að Siggi vilja koma með mér, eða ég athuga, þú veist, hvað Jóhann að gera núna. Þú veist, að vera búin að skipuleggja bara alla vikuna, þú veist, á mánudögum fer ég upp á Úllan, þriðjudögum þá ég að hjóla, miðvikudögum fer ég í sund, fimmtudögum fer ég í ræktina, þannig að þú þarft ekki að hugsa. Og alveg eins með matatíman, eða þú ert í einhverju vandræði með mataræðið, að vera búin að ákveða hvað og hvenær þú ætlar að borða. Við þurfum að fría heilan, þú veist, venjur frelsa heilan frá erfiði. Og venjur eru svona framtíða gjöf til sjálfsins. Og svo viltu vera ræktaði andlega á einhvern hátt. Ég hef verið svo heppinn að vera lengi í Al-Anon-samtökunum og það hefur gefið mér rosa mikið, þannig að fyndu þína leið. Og svo viltu halda góðum tengslum við fólki sem stendur þér næst, svona 1 til 3 manneskjur eða kannski fjölskyldan pluss 1-2 vinir. Og vera svona til staðar, þú veist, þú vilt að fólk sé til staðar fyrir þig og þannig færðu það með því að vera til staðar fyrir aðra. Svo reyna að innleiða eitthvað sem svona bara virkar fyrir þeim. Ég finnst rosa gott að hjóla í vinnuna og hlusta á eitthvað uppbyggjandi á leiðin í vinnuna. Svo rosa skemmtilegt triks hérna að ef þú ert með eitthvað spurningu, þú veist hvað á ég að gera, á ég að gera A, B, C eða D, að skrifa niður spurninguna. Og hlusta svo bara og bíða eftir að lífi svarið þér. Og svo viljum við bara búa til bros, við viljum brosa, gefa fólki bros, við þurfum svo mikið á því að halda. Og sýna fólki hlýju og virðingu, við viljum að fólk sýni okkur hlýju og virðingu, þá sýnum við það sama. Og svo rosa takmarkaður hæfileiki nú til dags að geta hlustað á fólk án þess að vera að hugsa það sem maður ætlar að segja. Og það oft þetta, það bara, þú veist, einhvern veginn snúningshraðamælirinn, hann bara alltaf einhvers staðar hátt uppi og maður kemst ekki niður. Og það sem þú setur í forgang stjórnar þínu lífi. Og því betur sem þú hlustar, því betur tjáir þig. Og ef þú ert ekki að ná þeirri umbreytingu sem þú þarft, þá skilur ekki ferlið. Og Albert Einstein talaði með að við þurfum nýtt stig hugsunar. Við þurfum oft að leita út fyrir okkur sjálf. Og breytingaferli þarf eftirfylgni. Og tilgangur kjölfesta hamingjunar. Finnum okkur eitthvað tilgang. Þú veist, við hvað líður mér best? Þú veist, hvað ég að gleyma mér að gera? Þú veist, ótrúlega gaman bara að prjóna, þú veist, og hlusta á Rás 1 eða lesa eða. Og því betur sem þú aðlagast, því hraðar gengur ferlið, það rosalega spennandi, það rosa lítið að einhvern veginn rosalega lítið að þroskast aðeins meira til þess að rosa mikið lægist. Og nú getum við spurt okkur svona hvað í mínu fari að halda aftur af mér. Hvað að loka fyrir það að heilbrigði komist inn í húsið. Meðvitund gefur okkur val sem leiðir okkur í breytingar og vaxtarferli. Þú veist, við þurfum að vita hvað að frétta. Hættum að vera að hlusta alltaf á fréttir og fáum fréttir héðan. Hvað að frétta? Og hugsanir geta verið eins og gamli tenglar sem þarf að aftengja. Og við viljum fá upplifanir, ekki endalaust af upplýsingum. Upplifanir, upplifa hluti, gera hluti. Og svo viljum við venja það eru margir sem tala um að sé með frestunaráróttu. Já, ég er með frestunaráróttu. Það er höfnunarárótta. Og við viljum venja okkur á það að framkvæma frá mér svo það hvíli ekki á mér. Þannig að það sem við þurfum að gera, gerum það bara. Þetta er sem þú þarft að fara á klósettið, það er rosa óþægilegt maður og svo fer á klósettið, það er bara rosa gott. Hugsa þetta svolítið þannig bara, ég ætla bara að drífa mig á klósettið. Og svo kemur einn skemmtilegasta hugleiðing sem ég hef heyrt og það er 5 sekúndna regluna. Þegar við fáum svona hugsun sem er ekki heppileg fyrir okkur og svo byrjum við að hugsa, þú veist, mér langar að fara á þennan stað að fá mér að borða. Eitthvað sem er óheppilegt fyrir mig. Svo gott og svo hugsar alveg heillengi og svona eftir einhver tíma þá bara lokast hurðin og þú færð ekki frið fyrir þú ferð þangað. Þannig að þú vilt svara hugsuninni bara með að fá þér epli og vasklas. Og svo kannski þú átt eftir að gera eitthvað óþægilegt, taka óþægilega símtalið,
ég er ekki til í þetta. Taktu bara símtalið og hringdu. Og sko morgunsíður og hugleiðsla lengja bilið frá svörun til örvunar sem gerir það að verkum að þú ert ekki að bregðast við. Þú ert bara, já, finnst ég það? Þú kannski farið eitthvað svona óþægilegt í andlitið, það er alltaf sama hérna, já, finnst ég það? Segðu mér aðeins betur frá því. Og svo svona, ef þú vilt verða aðeins greindalegri, það er hérna smiðurinn frá Nasaret, hann fekk 85 spurningar og hann svaraði 78 sinnum með spurningu. Og mér finnst það rosalega gaman ef að fólk er eitthvað að reyna að bauna á mig að bara svara með spurningu. Það er mjög skemmtilegt. Þannig að við ætlum ekki að slást við hugsanirnar, við ætlum að svara þeim og ekki að láta það fara með okkur. Þetta var hugleiðing dagsins í boði GG Þjálfun og þið getið haft samband við mig á gg@ggþjálfun.is ef þið viljið ræða þetta eitthvað frekar. Góða stundir og munum bara hafa svolítið gaman að þessu.